frábært að fá það heil. Takk fyrir. Við vorum að tala um Hafþór Júlíus. Já. Hann kom svolítið inn í afbrigðunar í gegnum þig. Já, ég var á tímabili þarna að æfa í sporthúsinu og var búin að svona rekast nokkur sinnum á þennan stóra slána. Já, slána var samt yfir 140 kíló og síðherður gekk ég vel með húu, sko, það var í tísku eitthvað á þeim tíma. Ég kom að máli til hans og svona spurði hann hvort hann vildi ekki koma og prófa afbraunir. Og hann ringir í mig svo daginn áður en við förum á Vestfjarðavíking og spyr hvort hann megi vera með. Ok. Og ég segi bara, ég var með litla rútu frá Höldur, 17 manna, og ég segi bara, mættu bara ef það pláss fyrir því í rútunni, þá ertu með. Og ég man ekki betur, hann vann, held ég hvort það var fyrsta greinin eða eitthvað sem var að svo kallað leggsteinaganga, að labba með mikið stóran stein, svona hringinn í kringum annað risabjarg, sem þarna fyrir vestan, rosalega skemmtilegt og vann hana og stóð sig gríðarlega vel á sínu fyrsta móti, ég heldur að minnir hann að við enda 4. Og svona eftir það var engin leið tilbaka fyrir hann, hann fann sig í þessu. Já, einmitt. Og náttúrulega rosalegt stykki, sko. Og ekki, þú veist, náttúrulega í öllum íþróttum, það verður náttúrulega framþróun, þú veist, þessi strákar sem í þessi dag náttúrulega eru með betri tækifæri þegar kemur að bara næringu og recovery og öllu heldur en þið voru með á sínum tíma. Sko, já, það er allt miklu betra, sko. Þú veist, fyrsta próteinið sem ég fór og fekk mér, sko, það hét Vítalak. Það var í svona stórum kassa, málmkassa sem var inn í pappakassa og þetta var, ég held þetta að verið eins og Jón Páll sagði, sko, til kálfaeldis. Já, það ekki? Jú, og ég fekk þetta niður í Sól á sínum tíma. Þetta er svona heildsölu kálfaprótein. Það var risastúdukkur og þetta blandaðist ekkert rosalega vel. Kekkjótt, eða? Já, ég gæti orðið það, sko. Ég sé vel eitt þetta bara með mjólk og banana og kannski hindberjasafa fyrir því. Ég veit ekki hversu vel það hljómar. Svo píndi maður þetta í sig. Þetta hefur allt breyst. Svo fór að koma alls konar svona prótein og gainers og það sem þið kalla og sem er náttúrulega bara ótrúlega þróun og menn fór að ná, sko, amínusýrórun sérstaklega úr þessu og þannig að þetta er allt annað í dag. Allt annað. Og við vorum náttúrulega bara aldrei meira að minna upp á svið og slátur, sko. Einmitt. Sem er samt svo merkilegt að þegar ég gerði ævisögun Jón Pál, þá einmitt blöskraði manni aðfarirnar og einmitt bara hvað þetta var allt frumstætt, en einhvern veginn þið, þú veist, verandi bara svona náttúrulega sterkir sveitastrákar, vinna mikið og bara borða mikið, að maður hugsa samt á einhvern hátt gildi þessi gömlu lögmál ennþá að þú getur orðið alveg nautsterkur bara á því að reyna mikið á þig og borða vel. Já, ég, sko, er svona mikið til alin upp í sveit og ég var hjá af og ömmu á sveitabílunum alveg þannig ég þurfti að fara í skóla og það var ýmislegt sem að lendi þar, sko, ég var svolítið hrekkjóttur oft og ennþá hrendar og eitt skipti þegar ég var að stríða hænunum eitthvað þá ég náði ekki ég datt þegar ég var að flýja hanan, sko, alveg kolvetlis og eftir mér og hann náði mér, sko og hann náði að stinga sporanum í andlitið á mér, sko og ég var lengi vel, það sést nú ekki lengur, sko, með ör svo einhvern tímann í réttunum líka, sko, þá náði einhver lamprútur mér og rúllaði mér alla réttina, sko. Þetta er minnir mér svolítið á Khabib í UFC þegar hann var að glíma við Birni, sko, sem barn, þá hugsa maður það er eitthvað við að þú elst upp við að þurfa að taka á því og reyna á því að það á þessum mótunar árum þegar taugakerfið er að þróast, ég held að menn búa einhvern veginn alltaf að því, sko.
Já, það sko, svo setna meir sko, af og amma brugðu búi og heilsuleit sér af á, fluttunir á Seyðisfjörð. Þar stór hluti af sko hinni ættinni minni, föðurættinni og ég held áfram þegar vorum komin suður þá sko. Ég held áfram að koma á sumrin og fara í sveit og þá út í Jökulsár hlíð, sérst hjá fósturföður fjölskyldunni, mömmu hans og bróður hans sem ráku bílið þá og þar var ekkert gert á auðveldamátan. Okay. Það var svona einna fyrstur í sveitinni til þess að fá svona heibakabindivél og þegar hann var að binda sko heima þá voru þetta stæðst og þyngstu bakkar í sveitinni. Alltaf ef hann fór og batt fyrir sko aðra bæi líka eitthvað þá var hann alltaf beðinn að minnka bakkana. En ég var látin sjá stóru bakkana heima sko 11 ára gamall sko. Þetta er 12 ára sko. Þannig að þarna hefur grunnurinn orðið til. Já, ég bara eftir eitt sumar þarna þá var ég komin með vöðva. Einmitt. Þetta minnir mér svolítið á Jón Pál, einmitt, sko, þegar hann var hann ekki að tósa eitthvað seli og eitthvað. Jú. Eitthvað svona dót sko, þessi bóndi, hann var mikill hörkukall sko. Hann var oft farið, þetta Jökulsá og hvað fjöllum held ég þetta hún heiti uppalega sem kemur á þetta niður gegnum Jökuldalinn og gegnum Jökulsárhlíðina. Hann fór stundum að veiða sel og hann kom fyrir kannski skaut selin sko hann þurfti að ná honum áður en hann sökk. Hann var bara gummitur og skuttlaði sér bara úti og sótti selin. Hvað þetta sko, maður hugsa þessar típur að deyja út? Já, ég hef sagt þér aðra sögu af honum, ég frétta af honum þegar hann fór, hann var í löngu hættur sko búinn að bræða búi og kemur í Þorlákshöfn. Það var mjög mikið fyrir að fara í sund og sundlegin lokuð sko, það verið eitthvað, gera eitthvað og hún bara lokuð og honum sagt að laugin sé köld og það, ég segi að það gerir ekkert til. Þau hleypt honum onni bara, þau vildu sjá hvað kallinn gerði. Kalli fyrir onni og syndir alveg nokkra ferðir og ekkert mál sko. Einmitt. Þetta svona ekta íslensk svona, hvað myndirðu segja sko því nú maður að hugsa að því við erum nú búin að nefna Hafþór Júlíus, að einhvern veginn þetta með að Íslendingar hafa ákveðin átt skara fram úr á mjög sérstakann hátt með hvað við erum fá og þetta náttúrulega sko, nú hefur fótboltinn komið og crossfitið en það fyrsta var kannski afbrunindar. Þú veist, hvernig stendur á því að þessi fámenna þjóð getur verið að framleiða svona sterka menn og ekki á einhvern nátt það þessar harðgerðu aðstæður sem við komum úr. Það búa til svona harðgert fólk. Ég meina þegar fyrstu fótboltamenninni voru að fara í enska boltan og þú veist eins og Hemmi Hreiðars og Guðni Bergs og svona, þetta voru bara strákar sem hefðu verið að tækla á malavöllum og þeir eru allavega aldrei sakaður að vera ekki vinnu sem og dugnaður í þeim. Nei, ég trúi því sko þegar Ísland var að byggjast og víkingarnir voru að sigla hingað og þetta vill maður trúa því að það voru þeir hörðustu og sterkustu sem lifði af. Einmitt. Og ég held að við í dag kannski njótum svolítið góðs að því. Þó að við séum náttúrulega höfum á tímabili endað sem hálfgerð kókóböfs kynnsbóð. Já, það svolítið svo leið. En ég get sagt það enn þann dag í dag. Ég vandist á þetta í sveitinni, já. Maður byrjaði yfirleitt. Við byrjuðum þá daginn sko á því að taka kleinur og partaði eitthvað, fara út og mjólka, kom í nattur og þá var sko hafragrautur og slátur. Og ég svona flesta mótna fæ ég mér hafragraut. Ennþá? Ok. Og ég reyndar og ég nota rjóma út á hann. Það til þess að ég að fá með kolvettin þarna, ég einnig að fá fytuna sem sagt úr rjómanum og það. Og þetta eitt af besta sem ég get byrjað daginn með. En tekur þú eitthvað prótein líka? Nei. Þú ekki setja livrapils út á hafragrautinu? Nei. Ég hef ekki snert eitt prótein náttúrulega í langan tíma. Nei. Ég hef nú verið í því að svona bara frekar að minnka mig heldur en hitt, svona smá saman. Við ekkert við það að gera að vera of þungur lengur. Og ég reyndar
var aldrei óþungur þannig lagað. Nei. Ég var svona frekar einn af þeim léttari og ég átti vandræði með að þyngja mig. Já. Það var bara verulega erfitt. Ég man eftir, sko, já, áður við höldum áfram, langaði maður að minnast á skyrtunar sem við erum í hérna. Já. Það er svona, þú veist, það er bleiku fíll í herbygginu, við erum í sömu skyrtun og þá get ég notað tækifæri og hrósað okkar manni Arnari í Caveman. Já. Hann er samstarfsaðalið í þættinu og þetta er þín skyrta, þetta er Magnús Ver. Já, hún er merkt mér og hnapparnir eru merktir titlunum og þetta og ég fekk leyfi fyrir Arnarvin minn að nota mér sér sko logoið frá sterkastum heims í þetta og ég reyndar sko eina skilyrði var að ég þurfti að senda þeim skyrtu úti sko. Já, þetta er geggjur skyrta sko. Ég er ekki að segja þetta bara því þú ert því að ég sagði við Arnar, þetta er uppáhald skyrta mín af skyrtunum sem ég hef fengið inn í Caveman. Það er flottar skyrtunar hjá honum og mín hugmynd var, Arnar spyr hvað liti viltu? Og ég sagði, ég vil íslensku fánulitina. Það mitt. Og svo teknaði þetta upp og mér fannst þetta flott. En þegar ég sá skyrtunni fyrsta kipti, þá var miklu flottar heldur en ég búin að gera mig grein fyrir. Já, mér finnst þetta geggjur, hún stendur alveg svona út úr þegar þú kemur inn í búðina. Sko. Já, og þetta er svona, eins og mér segi, þetta er, við getum kallað þetta sér íslenska skyrtu. Já. Hún er, þó að hann láti þetta framleiða þetta fyrir sig, hann býr til í rauninni mynstrið og það sjálfur, segir bara ég vil fá þetta. Einmitt. Og það sko að geta farið í svona detaila sko með tölurnar og þetta er merkt hérna innan á og svo er mér að segja innan á þessu er hérna klútur. Já, fyrir síðan. Til að þurrka gleraugun. Já, þurrka gleraugun í þarna sko. Það er allt til alls. Það er allt til alls og svo sérðu þarna hinum megin, þar sérðu sterkastum heims logoið. Já, auðvitað, það er hér, fyrir ofan Caveman logoið. Já, og svo er það hérna í bakinu líka. Á bakinu, já. Þetta er geggjur skyrta. En einmitt þetta sem við vorum að tala um, hérna... Þannig að þeim sem langar í svona skyrtu, heimsæki Arnar, hann var smiðjuveginum, já, Caveman. Við ég mæli með þessu á þess að blikna. Þetta eru bestu, ég hef nú verið í mörgum skyrtum í kringum tíð og það eru ótrúlega þægilegar, efnið er gott og svo eru litirnir, þetta er bara, það maður á að mæla með þessu. Sko. Já, hann er með fullt af litum og skyrtum, hann er með fullt af flottum fatnaði, hann er með geggjuð belti sem eru sko svona teygja í. Já. Og gallabuxur sem eru sko verulega stretchy og vinnubuxur sem eru stretchy líka. Og allt svo þægilegt. Allt þægilegt. Sem eru lykilatriði í þessu. Sjálfsögðu. Sko, fyrir mig svona til dæmis sem er mikið vanur því að ganga bara í jogging skiluru. Þú veist á sínum tíma það var verulegt vandamál að finna gallabuxur sem pössuðu sko. Bara yfir lærin. Einmitt. Og þess var maður mikið bara í æfingabuxunum og svona, á tímabili vorum við allir í skræbóttum æfingabuxum. Ég man að því. Það var eitthvað tíska í tímabili. Svona náttbuxur heilaðar, sko. En þegar ég komst í það að finna svona buxur sem að mér gætt lið þægileg í, ég gætt sest niður eðlilega og svoleiðis, þá hef ég ekki minna verið í joggingnum sko. Einmitt, maður man eftir þessu, þetta var svona eiginlega svona stereotypu gallin fyrir kraftamenn voru svona víðar joggingbúsur eða þessar skræbóti. Já, þetta, eins og ég segi, þetta var vandamál að finna buxur sem pössuðu. Já. Og ef að þær pössuðu yfir lærin, þá voru það náttúrulega yfirleitt, eins og mig, alveg allt og stórar í mitti. Þannig að En hvað, þetta sem við vorum að tala um á það með að þú sagðist það var jafnvel átt erfitt með að ná þyngd. Já. Ég man eftir því, sko, því ég er nógu gamall til þess að hafa verið að fylgjast með þessu. Maður var unglingur þarna þegar að þið voru að keppa fyrst, sko, ég var nú barn þegar Jón Páll var, kannski, en svo unglingur þegar þú varst upp á þitt besta. Og þá man ég eftir því að þú varst alltaf svona tónaður og snarpur, en ekki, þú varst kannski ekki í sömu þyngd, það voru mennandar sem varst að keppa við sem voru 20 kílóa þyngri, þú var ekki? Já. Miklu þyngri. Einmitt. 160-70 kíló meðan ég held ég að veri mest 128 á sterkastum heims. Já, einmitt. Sem er... Jón Páll kepptir og einhvern tíðan í þeirri þyngd líka, sko.
svona eftir einhverja vaktaræktina og þetta, þá var hann einhvers staðar í þeirri þyngd, sko. Var hann annars almennt aðeins þyngri, eða? Almennt var hann aðeins þyngri. Svona 140? Nei, þá 146 held ég hann, manni að fór upp í einhver tíman, sko, þá var komin svona smá flettirekki hérna í nakkan. Flettirekki. En hvað talandi þessar aflunir, nú er svo Hafþór Júlíus, það sem kannski eitt af því merkilega honum hvað hann hefur verið rosalega öflugur til dæmis eins og í réttstöðuliftinu fyrir svona hávaxin mann. Það hugsa maður þessar greinar eru náttúrulega mishentugar eftir því, þú veist, ef þú ert lítill og snaggaralegur, þá ættir þú kannski að vera góður í því. Og svo þú ert hávaxin, þá hendar það í ákveðnum greinum, og svo ef þú ert þungur, þannig að hver er svona hinn fullkomna blanda ef það væri verið að hanna aflurinn mann? Já, það var nú oft talað með mig og Jón Páll að við værum bara svona snöggir og góðir í þessu. En þegar að koma réttstöðuliftu þá vorum við alltaf í tollum. Ef að komið ég liftu upp fyrir haus vorum við alltaf í tollum. Ef að komið í hnepu þá til dæmis vann ég það alltaf. Einmitt. Þannig að við vorum með nógan styrk í þessum static greinum. Bara svona klassísku kraftliftinga greinum. En svo kom að því að hreyfa sér líka og þá vorum við að skora hátt og þó ég væri nú oftast nær einn af þeim léttari þá var ég alltaf ofarlega í trukkadrætti. Einmitt. Sem er náttúrulega bara svona algjör styrktargrein. Það kemur sér vel að vera þyngri. Einmitt. Þegar meiri þyngri sem þyngd þá hefur það hæð, þá áttu að geta búið til meiri hraða. Já, því þá er náttúrulega bara að nota þyngdaraflið þér í vil. En svo þarftu líka að kunna nákvæmlega að beita þannig að þú getur nýtt hvert einasta kíló og afl hefur og nota fæturna rétt og það er ekki allir sem að gera þetta rétt og til dæmis í trukkadrætti að þú þarft að passa þig að þau ert að draga sko að rassinn fari ekki svona upp í loftið þá tapar þú kraftinum. Já. Þú þarft að reyna að vera eins beinn og mögulega getur og íta mjöðmónum fram. Einmitt. Eða niður í áttina jörðinni. Þetta er tækni sem ég hef kennt nokkrum og þeir hafa allir orðið betri í trukkadrætti og þegar ég raunir kemur fyrst með Hafþór á sterkastum maður heims þá var þetta engin séns í hann í trukkadrætti. Já, var það svoleiðis? Það var þannig. Þetta er áhugavert, en í minningunni man ég eftir, þú veist, eins og bara í tunnu þegar var sko verið að hlaupa með tunnurnar og henda þeim upp og eitthvað og allt svoleiðis í minningunni man ég eftir þér sem opaslega svona snörpum og fljótum og þá er ég ekki að draga neitt úr því og naut sterkur líka og Jón Páll líka, maður man eftir bara þessi svakalegu sprengikraft sko. Bæði það og við höfðum ágætis úthald. Akkurat. Ég vann alltaf í úthaldinu líka. Ég fór út að taka spretti og það var svona intervallspretti sem var mjög vinsælt að það var að taka milli ljósastöra, að spretta milli í næsta stöður, svo svona jogga í næsta stöður og spretta aftur. Taka svoleiðis intervall og jáfnvel svo snúa, þú veist, koma tilbaka og ég gerði þetta allt og svo, ég man ekki hvort þú komst í kem alltaf til hjá Jóni Páli, mannstu þetta klifurgræjunni. Já. Ég var rosalega duglegur á henni líka. Og sem að skilaði mjög vel. En eitt af því sem var svolítið öðruvísi hjá okkur er að mesta þjálfurinn okkar átti sér stað í æfingarstöðinni. Við höfðum ekki kúlusteina til þess að æfa okkur á og þetta, við vorum samt bestir með kúlusteina. Við höfðum ekki drum til þess að lyfta fyrir höfðu. En í dag hafa allir sem vilja æfa afbröðin aðgang að öllu þessu. Einmitt. Það eru sérstaklega sem bara sérhæfa sig með þetta og ef ekki, þá ég þekkir alltaf nokkra. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.